Góðan daginn, ég heiti Brynhildur Þórarinsdóttir og ég með bók dagsins, Silfurgengið. Þetta unglingabók, saga 15 ára stelpu, Sirri Ley og líka saga ömmunnar og langömmu. Því þetta saga 3 kynslóða, ég tegi mig aftur til miðra 20. aldar og aftur á 19. öld. En aðalpersónan sem sagt í samtímanum, það 15 ára stelpa sem að fara að halda afmælispartí með vinkonum sínum. Og svo eins og gjarnan gerist þegar maður að plana eitthvað skemmtilegt, þá fer allt úrskeiðis og meiri sé að amma gamla klikkar með því að gefa henni vonlausa afmælisgjöf, gefur henni eldgamla silfurnælu en ekki flottu úlpuna sem hana langar í. En smám saman fer þessi gamla næla að ná tökum á Sirri Ley og sérstaklega þegar amma fyrir að segja henni sögur af þeim sem áttu þessa nælu á undan henni, sem amma sjálf þegar hún var 15 ára á 7. áratugnum. Og svo amma ömmunnar, norður í landi, undir lok 19. aldar, þegar svona allt öðruvísi vandamál steðið að 15 ára krökkum og margir voru að flytja vestur haf til Ameríku. Þannig að sögusviðið líka svona vítt og breitt, Reykjavík, Húnavatnssýslur og svo Ameríka. En ég var að hugsa að lesa svo lítið úr bókinni og ég ætla að lesa úr nútímanum, ég ætla að lesa hana Sirri Ley og stinga mig niður í 16. kafla og það þetta eins og í öllum góðum unglingabókum eða bókum fyrir ungmenni, þá svo lítið drama og stóra tilfinningar og kannski pínu rómans og við erum stödd hérna í bíói með félagannar úr nördalegasta valinu í skólanum að mati vinkvennanna úr ættfræðinni og ég ætla að lesa hérna hluta af þessum kafla. Við stöndum í sjoppuröðinni í hliðinu þegar ég tek eftir kunnulegum kollum í klósettröðinni. Þetta get ekki verið neinar aðrar, ofurljóst hárið á Kæju og svarta F.O. húfanunnar Írisar hrópa á athygli. Ég get ekki annað en gláft. Voru þær ekki uppteknar í kvöld? Að passa eða fara í dans? Ég man ekki hvað þær sögðu en það var augljóslega lygi. Ég svo fúl út í þær að ég nenni ekki að tala við Þorinn meðan við bíðum eftir að röðin kom að okkur. Ég beygi mig í hnjánum til að þær sjáu mig ekki, en þær eru svo uppteknar af því að kjafta, örugglega mig, að þær ekkert að líta í kringum sig. Mistur eitthvað í gólfið, spyr Þorinn sem allt og mikið að fylgjast með mér. Já, festing af eyrnalokk, segi ég og þykist finna hana á gólfinu. Eigum við að kaupa saman stóran popp, það sko ódýrara, spyr Þorinn meðan ég beygi mig eftir ósýnilegu festingunni og án þess að hugsa hvað hann sagði svara ég, já. Ég set hettuna yfir haus meðan við löbbum aftur inn í salinn. Myndin byrjuð og við smegjum okkur í sætin í myrkrinu. Ég veit ekkert hvað að gerast í myndinni því ég get ekki hætt að hugsa svika rotturnar sem þykjast vera vinkonum mínar. Þarna sitja þær saman og vita samt vel að ég alltaf til í að fara í bíó. Þær vita að ég elska Marvel og samt þeim skít sama þótt ég missi af nýjustu myndinni. Ég tegi mig í popppokan og gríp lúku af poppi, svo aðra og þá finn ég allt í einu fingur ofan í pokanum. Það svo creepy að ég kippi til mín hendinni. Þorinn hrekkur við og stóri popppokin lendir á gólfinu. Auðvitað var ég búin að steingleyma því að ég hafði samþykkt að deila poppi með honum. Þorinn blóta lágt og veiðir pokan upp á gólfinu. Hann býður mér og ég tek smávegis, vil ekki taka of mikið því það svo lítið eftir í pokanum. Nú ég algjörlega búin að tapa söguþræðinum. Kláraði þetta bara, hvíslar Þorinn og rétti mér næstum tóman pokan. Ég hvolfi úr honum í lófan og krumpan svo saman eins og bestu vinkonu mínar fóru með vinskap okkar. Hvernig fannst þér myndin? Spyr Þorinn þegar við röltum heim í rigningunni. Bara fín, segi ég. Hún fer í topp 5 af Marvel hjá mér, segir hann og þylur upp hinar 4 á listanum. Ég eitthvað nógu óskýrt til að það geti virkað gáfulegt og kom ekki upp andlega fjarveru mína í bíósalnum. Svo hann allt í einu búin að fylgja mér heim án þess að ég hafi áttað mig. Ljós í stofuglugganum, please pabbi, vertu sofandi við sjónvarpinu. Hann hægir ferðina. Ég flýti mér inn stéttina áður en þetta verður enn vandræðalegra og kalla bless af tröppunum. Sjáumst, kallar hann yfir öxlina og heldur ferðinni áfram eftir grenimelnum. Ókei, ég var að ofhugsa. Hann þurfti hvort sem að labba þessa leið. Þegar að busta tennurnar pípir síminn, skilaboð. Hoppandi mæis, óvæntur hlutur á pokasvæði. Ég fæ mín í hjartaáfall, flissa út mér tannkreminu, hraðsendi svo svar. Ekki gleyma vörunum. Fatta og seint að það má misskilja þetta.
Shit. Ég stari í sjokki á símann sem rennur úr hendina á mér og ofan í vaskinn. Sprungnu flísarnar í veggnum glotta feitt. Sírenslið í klósettinu hlærað mér. Mér tekst alltaf að gera mig að fífli. Svo líti ég í speilin og hrekki kút. Ég lít út eins og þvottabjörn með hundaæði, með hálf hreinsaðan maskaran út á kinnar og tannkremsfroðu í munnvikunum og það einmitt þannig sem mér líður eins og allt sé bæði mjúkt og klikkað. Takk fyrir og gleðileg jól!